Hingað kominn Kári Halldór, leikstjóri, íbúi í gamla bænum í Reykjavík. Þú hefur verið að pæla mikið í skipulagsmálum, Kári, og þau eru nú alltaf svolítið á döfinni núna út af þessu hústökufólki niðri á Vatnsstígnum sem tók þar gamalt hús, merkilegt hús, fallegt hús sem algjörlega hrunið komið, það er enda dæmt til niðurrifs, en húsið er eitt af þessum mörgu húsum sem hefur fengið að grotna niður í Reykjavík. Hérna reyndar kemur með skýrslu frá slökkviliðsstjóra, ekki? Jú. Það sem eru myndir af þessum húsum alveg endalaust, Já, þetta eru hvað yfir milli 50 og 60 hús. Milli 50 og 60 hús sem standa þarna í hjarta Reykjavíkur og eru í hrikalegu ástandi sem. Já. Það er einmitt merkilega það sem þú segir þetta með búið að eiginlega dæma ónýtt. Það gerðist líka með Bessastaðastræti 19, framhúsið þar, sem er síðan eftir að það var stöðvuð niðurrifs áform þar, þá var það hús endurbyggt, þá var það ekkert ónýtt. Það er bara, það vantar alla raunverulega lagalega ferla í það, hvernig eru hús dæmd ónýtt. Það er bara einhver aðili sem kemur inn og segir að það sé ónýtt af því að hann vill að það sé ónýtt. Við höfum enga faglega ferla á því sviði. Það sem mér finnst skipta máli í þessu er raunverulega réttarstaða okkar, almennings í þessu, sem hefur verið algjörlega fyrir borðborinn, en þó ekki í lögum. Vegna þess í fyrsta ákvæði lagana, sem sé markmiðsgreininni, í fyrstu greininni, er talað að það beri að tryggja réttaröryggi. Og það beri raunverulega að, eins og það segir, ef ég fæ bara hér aðeins að grípa í það beri að tryggja réttaröryggi, koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Það er ekkert verið að vinna eftir þess í dag. Og tryggja faglegan undirbúning mannvirkja. Og í dag þegar við heyrum þetta eins og með húsið þarna niður frá þegar að vera að tala alltaf tafir. Af hverju eru tafir? Jú, vegna þess að það er búið raunverulega að stilla dæminu upp þannig að það þurfa að fá fjárfestingu inn á svæðið. Allir fjórflokkarnir hafa tekið þátt í þessu hvenær sem að þeir hafa setið í stjórn eða ekki stjórn í Reykjavík. Þetta eru þeirra syndir sem að við íbúarnir sitjum uppi með. En hvað gerðist á þessu svæði? Ég kaupi 83 á Bessastaðastrætinu. Ég er búinn að vera þar í 2 ár, þá kemur einn fasteignasali með drauminn það að rífa rafmagnskallahúsið, steinbæinn þar á horninu, og það átti að fylla út í lóðina. Og menn hafa alltaf séð einhvern veginn offsjónir yfir því að þetta væri svo illa nýttar lóðir. En ef þú skoðar þá, ef við segjum bara svona, síðan lendi ég í því, þar lendi ég bara hreint og klálega mér stemt, ég lendi fyrir rétti, ég á erfiðleikum með að fá lögfræðings að verja mig, ég þarf að verja mig sjálfur. Síðan hefur þetta komið svona með jöfnu millibili, en síðasta umferðin er búin að standa núna síðan 1999. Með 2 áföngum. Og það endar einhvern veginn, og menn eru þá náttúrulega að fara þessi miklu peningamenn og verktakar að leita inn í bæinn. Já, pólitíkin opnaði fyrir það. R-listinn raunverulega stillir þessu upp þannig að það þarf að laða fjárfestingu. En hvers konar fjárfestingu? Ef þú skoðar þennan lista sem er núna í Fréttablaðinu í gær, þá ef þú skoðar listan yfir það hverjir eiga þarna, þetta er allt saman fyrirtæki, þetta er allt saman byggingaraðilar. Það er eiginlega einstaklingar sem að eiga þessi hús, nema þessi fyrirtæki á bakvið það. Þarna eru krosseignartengsl líka á bakvið þessi, menn eru með nokkur fyrirtæki. Þeir eru bara að hugsa raunverulega þrýsta alltaf á það að fá að rífa. Eða byggja eitthvað og fylla út í. Það er svo stefna. Og það byggir á þessu að raunverulega hafa menn eins og Hjálmar Sveinsson nefnir í sinni góðu greinundaginn í tímariti Máls og menningar. Menn hafa gefið skipulagsvaldið yfir til peningamannana. Og ef við sjáum núna, þú varst að ræða Sverri áðan þetta með tengslin við stjórnmálaflokkana. Við höfum leyft því að viðgangast að bankaaðilar eigi líka byggingafélög, eigi líka fjárfestingafélög sem hafa verið að kaupa upp stóra hluta af miðborginni og þá eru þeir allir með á því þeir eigi að fá sinn rétt vegna þess að þeir séu einu uppbyggingaraðilarnir. En raunverulega, hverjir hafa skilað miðborginni mestu á undanförnum árum, það eru einstaklingar sem hafa gert upp gömlu húsin. Af hverju hafa ekki byggingaraðilar komið inn og gert það? Vegna þess að það er ekki nægilega arðbært fyrir þá. Og vandinn er svo mikill að þeir, í mörgum tilfellum, þeir taka yfir heilu reitina. Þar gefur borgin eftir. Hún leyfir þeim að sameina lóðir. Og þá sjáum við hvernig það er allt í einu bara á að fylla út í allt. Það er bara heilu húsalengjurnar sem eru keyptar upp. Já. Og síðan er ekki farið að lögum. Við stöndum frammi fyrir því núna á Bessastaðastræti, þá er borgin komið þá hugmynda á íbúðasvæði að þar er allt í einu bara að koma íbúðahótel í 4 hús.
Og ég meina, það bara stenst ekki lög eða reglugerðir. Þeir skilja ekki að þeir þurfa að fara eftir þeim vegna þess að þeir eru svo óvanir að vinna samkvæmt lögum og reglugerðum. En hvað með þá sem að láta hús bara beinlínis grotna niður, eyðileggjast? Ég meina, hvað á að gera í slíku? Það er mjög einfalt. Þá bara taka þau yfir, koma þeim í stand á kostnað eiganda, þangað til að eigandunni annarkvort vilja selja, þá þarf að koma þeim í nýting og leigu, hvort þau vilja selja, eða hvort þau vilja taka fyrir þau og borga fyrir það. En hluti af þessu, ef við tökum bara eitt dæmi, fyrir síðustu kosninga þá var þetta með að einn pólitískur flokkur stillir upp 90% lánum. Og það er búið að stilla því alltaf upp sem glæpnum. En á þessum tíma hafa líka byggingaraðilar verið að kaupa upp lóðir í miðbænum á yfirverði. Margir skamma sín fyrir að segja frá því hvað þeir fengu borgað fyrir þessa lóðir. Og hérna, hvað gera það svo? Eins og við segjum bestaðastætti 20 á móti mér. Hvað er það búið í gíslingu lengi? Síðan 2004, 2003. Og menn reiknuðu með því alltaf að þetta er afgreitt. Þess vegna tala menn núna eins og hérna í blöðunum vegna hústökunar. Þá tala menn þetta gangi að taka allt svo langa tíma. Dæmið fyrir mér er mjög einfalt. Þeir stilla því þannig upp, þeir eru með ákveðin plön hvernig þeir geta grætt mest á því. Allt sem er síðan mínus við það sem þeir þurfa að draga frá er tap. Og það er það sem að gerist, þó að allt í, hvað heitir að þróunaráætlun borgarna segir, það ber að taka mið af umhverfinu. Alveg svo var gert niður við Alþingishúsið. Viðbyggingi þar tekur mið af umhverfinu. Það er alltaf verið að reyna að kreista nýtingarhlutfallið, fylla upp í allar glugur og byggja eins hátt og hægt er og með eins mikla nýtingu. Já, og ef við bara tökum eitt dæmi, sko, umfang húsa sér það á deiliskipulagi. En umfang húsa síðan bæta menn við stórum svölum. Svo það standi jafnvel þegar ég var að franska svalir. Þá eru þeir alltaf komið svalir á 2 metra út frá húsinu. Þannig að það er eins og það sé alltaf brellum. Men komast inn með tána og svo þvinga sig áfram. Og eitt hugtak til dæmis, og það er það alvarlega í þessu, sem hann tengist þessu með bankana, það er búið að nota hugtaki byggingaréttur. Það að menn eigi einhvern byggingarétt út frá deiliskipulagi. Það er bara ekki rétt, vegna þess að byggingaréttur í fyrsta lagi er ekki til skilgreindur sem hugtak í skipulags- og byggingarlögum. Þannig að það gerist vegna þess að bankarnir eru búin að kvóta gera meira það minna allt deiliskipulagi í gamla bænum, raunverulega veðsetja upp í topp og segja það sé eign. Borgin er í þeim ótta að þeir halda alltaf að þeir verði lögsóttir fyrir það. Þeir gefa eftir með þessu móti fyrir þessum greifum. Og raunverulega til þess að raunverulega stoppa þetta af, þetta ástand sem er nú búið að vara síðan raunverulega 2002-2003, þá þarf raunverulega, og ég bara leyfi mér að gera ákall til umboðsmanns Alþingis að fara yfir lögin og það verði endurskoðað raunverulega öll ferli hjá skipulagsyfirvöldum í landinu. Til dæmis bara hugtaki skipulagsvald er ekki til skilgreind. Það er til skilgreind skipulagsskylda og ábyrgð, það er allt annað. Ég geri ákall raunverulega til allra þingmanna landsins það að þeir fari yfir lögin og þeir skeri borgina úr þessari óttasnöru sinni það að þeir verði skaðabótaskyldir vegna þess að deiliskipulag er skipulagsáætlun. Hún veitir ekki heimildir, hún bendir til þess hvað mætti gera. Vegna þess að það ber að endurskoða aðalskipulag eftir hverja kosningar, raunverulega að skoða hvort það er að gera það. Og þá gildir það sama fyrir deiliskipulag. Þannig að þú getur skipulagt minna heldur en gert áður. Ég geri líka ákall til raunverulega umhverfisráðherra, til allra borgarfulltrúa og til allra landsmanna að þeir fylgi eftir þessu fyrsta ákvæði sem að lögin hvíla á. Og ég tek ekki röksemdafærslunni það að þetta sé bara svona viljayfirlýsing í lögum. Þetta er, ég ætla að fá að klára þetta er stjórnarskrá laganna, það er vísa til þessa ákvæðis á nokkrum stöðum í lögunum. En bönkunum og fjármálumönnunum var afhent bara skipulagsvaldið? Já, og á þess að ég meina margir að þeim halda þeir eigi rétt ef þeir fara út í að gera deiliskipulag, þá er að fá að ráða því. Ég vil lendi löngum rökræðum við það og sagt, farðu heim og lesið í lögin. Eitt sagði við mig í vor, já, ég ætti kannski að gera það. En hverju breytir það nú er húsnæðisverðið að hríðlagna? Og mörg þessum fyrirtæki séu bara komin á hausinn eða á leiðinu á hausinn, leiðinu í þroti. Já, en það er... Og þetta er komið í eigur einhverja skilanemnda eða... Ég upplifði þetta oft þessa áhættufælnu áhættu fjárfesta. Þeir eru búin að svo lengi, þeir þurfa að fá afskrifað, þeir þurfa að fá og þarna er réttastaðan ólík hjá almenningi vegna þess við getum ekki skipt kennitölu, við getum ekki fengið lögfræðikostnað frá þeim, við getum ekki fengið neitt og þess vegna verður umboðsmaður Alþingis og þingið að koma inn í þetta að jafna réttarstöðu almennings í landinu vegna þess 85% búa í eigin húsnæði og það stendur í hættu bara út af þessu að þessir aðilar hafa búið til froðu. Við skipulagi. Takk fyrir Kári. Takk sem þetta er að verða búið í dag þátturinn.
eins og ég segi þá telst þetta verið einhvers konar afmæli þessi þáttur. Það þarf að bjóða mér að blása. Þetta er myndirnar sem ég sá hérna fremst í þættunum og segi ég þurfi nú eiginlega bara að fara í ræktina á eftir. Drífa mig þangað. Nei, hvað þetta er fínt. Ha? Já, vá. Á ekki að syngja hann á afmæli eða þátturinn á afmæli?